Komið sælir áhandi góður og verið velkomnir í frétt og umræðaþáttinn 21 á mánudagskvöldi. Já, við ætlum að tala samgöngumál eða öllu heldur. Björn Jón Bragason fær til sinn Jóhann J. Ólafsson stórkaupmann og lögfræðing. Ekki fyrsta sinn, en að þessu sinni þá ætla ég að tala hugmyndir í samgöngumálum sem sígilt umræðefni. Við förum norður yfir heiðar og hittum þar Arnheiði Jóhannsdóttur hjá Markaðsstofu Norðurlands til að fjalla það sem Lonely Planet ferðavefurinn var að velja sem þriðja athyglisverðasta áfangastað í heimi hér. Það norðurslóðaleiðin. Já, það aldeilis árangur. Og kemur það svona einhvern veginn óvart. Já. Það kannski ekki allir sem að þekkja þessa leið, en síðan það heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu, það nýr forstjóri yfir henni. Hann ætlar að setja sig á því ráttur ekki, Óskar Reykdalsson. Einmitt, og það mikið að gerast í heilsugæslunni, 8 milljarðar velta hjá þessu stórfyrirtæki sem kemur við sögu 176 höfuðborgarbúa, 176.000 höfuðborgarbúa og það eru karlmenn sem eru í auknum mæli farnir að nýta sér rafleiðina. Já, að hafa samband við heilsugæsluna í gegnum netið. En gott og vel, við skulum hins vegar byrja á lögmanni mætum. Hann heitir Ragnar Aðalsteinsson og sestur hjá Lindu Blöndal. Jú, það passar. Við ætlum að byrja hér. Margt bendir til þess að ekki muni nást sátt bætur til þeirra sem að sýknaðir voru í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu í fyrra og að dómstólar muni verða úrskurða upphæðir. Guðjón Skarphéðinsson, einn þeirra sem Hæstiréttur sýknaði nýlega í þessu stóra máli, hefur ekki náð samkomulag við sáttanefnd stjórnvalda varðandi bætur fyrir hann og Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður Guðjóns, hérna. Ragnar, hver staðan þá núna? Ef ég skil stöðuna rétt, þá var hún svo að samningaumleitanir á milli umbjóðanda míns Guðjóns og ríkisins eru niðurfallnar. Runnar út í sandinn? Já, það náðist ekki samkomulag og ríkið var ekki reiðubúið að halda áfram í tilraunum til þess. Líklega vegna þess að ríkið búið að ákveða að það ætli ekki að reiða af hendi meira fé en að ákvað fyrirfram. Þessi sáttanefnd sem var sett saman og hérna kannski hafa ekkert verið sérstaklega formlegar, ég skal ekki segja, en hvað hefur hún haft til umráða í bótafé? Þess er rétt að geta að sáttanefndin var með þetta mál í höndum framan af, lengst af, og ég átti 2 fundi með henni, annan með umbjóðanda mínum og þau samtöl báru engan árangur. Síðustu vikur hefur settur ríkislögmaður Andri Arnarsson komið fram fyrir hönd forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar í samtölum við mig fyrir hönd Guðjóns og mér svo sem ekkert ljóst hvaða umboð hann hefur, en mér þó ljóst að umboð bæði sáttanefndar og setts ríkislögmanns mjög takmarkað, fyrir hann takmarkað. Hitt svo aðferð sem var mótuð af sáttanefndinni, kannski samkvæmt fyrirmælum ríkisstjórnarinnar, það veit ég ekki, svo að reyna að setja alla í sama mót, það að segja að leysa úr málinu bæði fyrir þá sem eru lifandi og fyrir aðstandundur þeirra látnu á sama og sambærilegan hátt. Þetta náttúrulega svo fordæmalaust mál, 38 ár síðan að dómur féll. Og það eru þá aðstandendur Sævars og Tryggva Rúnars Leifssonar sem að ræða, en svo það hinir sem á lífi, Kristján Viðar Júlíusson og Albert Kahn Skaftason. Og þetta ekki bara, hvað maður að segja, ég meina, einhverjar leiðbeiningar til í lögum hvernig á að nálgast svona bótamál? Nei, það eru engar viðunandi eða yfir höfuð leiðbeiningar hvernig eigi ákvarða miskabætur. Og það að ræða aðalega miskabætur? Þetta fyrst og fremst miskabætur, en líka fjárhagslegt tjón vegna atvinnumissis árum saman. Og þess vegna ekki við annað að míða en dóma dómstólana. Í þessu tilviki á Íslandi, Hæstaréttar, æðsta dómstólsins, hann hefur auðvitað kveðið upp fordæmisgefandi dóma og það fordæmi sem ég miða fyrst og fremst við er frá 1983 í máli hinna svo kölluðu klúbbmanna sem sátt inn í 105 og 90 daga. Í tengslu við sama mál? Í sama fangels, út af sama máli á sama tíma og þeirra
og með því að framreikna þeirra bætur eins og ég hef látið gera, þá kom út mjög háar fjárhæðir. Þessar fjárhæðir sem maður hefur heyrt þig nefna, já, eru mjög háar. Hvaða kröfu gerðir þú fyrir hönd? Ég man ekki nákvæmlega fjárhæðina en með því að nota þær vísitölur sem eru aðgengilegar til þess að framreikna, þá var þetta einhvers staðar nálægt milljarður í miskabætur. En þó að ég færi aðra leiðir og skoðaði nýjustu dóma til dæmis Landsréttar í febrúar fyrir tveimur mánuðum, að þá eru niðurstöðurnar líka miklu hærri heldur en þær sem að ríkissjóður eru að tala eða ríkisvaldið. Já. Þannig að það alveg saman hvar ég leita, ég finn engin fordæmi sem að fara svona lágt. Ríkissjóður hins vegar hefur viljað miða við dóm í máli mann sem að það mál því lauk í héraðsdómi og hefur þar alveg ekki fordæmisgildi og þýðir ekki fyrir nokkurn mann að nefna það í Hæstarétti sem fordæmi. Já, það kannski síðan líka fáttæmitt fordæmi í Hæstarétti. Það ekki svona partur kannski af stöðu sem komin upp? Fordæmin í Hæstarétti eru oftast út af gæsluvarðhaldi sem að kannski tekur yfir 5, 10, 20, 30 daga en ekki svona langan tíma sem við erum fjallum hér. Nei. Þess vegna eru fordæmin ekki sambærileg en ég get ekki ætlað dómstólum að segja sem svo við ríkið að rétt að þið fáið sérstakann afslátt fyrir magn. Því fleiri dagar sem þið haldið fólki á frjálsu því lægri verða bæturnar. Skiljið hlutfallslega, já. Það ætti að vera öfugt. Það því lengur sem menn sitt inn í, því hærri ætti bæturnar að vera fyrir hvern dag. Og reikna þá fyrir hvern og einn einstakling út frá hans forsendum. Já. Því að það ekki bara að vera sviptu frelsi, heldur voru þessir menn, umbjóndum minn var í einangrun í meir en 400 daga, aðrir ennþá lengur og það skiptir verulegu máli vegna þess að heilsan fer önnilega að gefa sig eftir 15 daga einangrun samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum. Og svo náttúrulega fyrir utan aðalmálið að vera dæmdur sekur. Síðan þeir dæmdir sekir sem að gerðist auðvitað ekki í klúbbmannamálinu og síðan fara þeir í afplánun og síðan þeir á skilorði árum saman og stimpillinn alltaf til í fyrra. Sko þetta tikkar inn í mörg box eða þetta marg þáttar sem hægt að byggja miskabætur á og þú veist, það atvinnumissir, heilsumissir. Þú veist, þetta ekki svo margt? Já, ekki bara það heldur líka voru þessi sakborningar sviptir öllum þeim réttindum sem var lögmæltu fyrir á þessum tíma. Já. Þeir fengu ekki að hafa verjendur viðstadda, ekki einu svona fyrir dómstólunum, voru verjendur viðstadda nema þeirra eigin skýrslugjöf, verjendur fengu ekki að spyrja og gagspyrja og þannig að þetta gekk yfir þessar sakborningar bæði í lögreglurannsókninni og í dómsrannsókn og fyrir dómi. Segðu mér hvað búið að bjóða ykkur? Hvað verið að tala um? Ég að lesa í fréttum tilboð á bilinu 120 til 150 milljónir króna af hálfu ríkisins. Sáttanefndin hafi haft hvað 600 milljónir fyrir allt saman. Ég meina það himinn á haf þarna á milli. Já, það sko, og nú tala ég umbjóndum minna sjálfsögðu, að þar voru nefndar tölur á bilinu 120 til kannski 140 eitthvað. Já, en það var aldrei fastmannum bundið, það var engin formleg tilboð og bindandi og heldur ekki nefn formleg samþykki eða slíkt. Þetta hafa verið bara vonleysar viðræður, Ragnar, með hvað menn að tala ólíka hluti. Já, það líka það sem að gera það enn erfiðari, það hægagangurinn. Og ég boðaði kröfugerð í október í bréfum til ráðherrana og þegar ekkert gerist þá skrifa ég kröfubréfið 20. desember eða þar bil til þess að koma málun á eitthvað rekspöl. Samt líður enn langur tími þar til ég heyri í nokkrum mann á vegum ríkisvaldsins. Veistu eitthvað hina í málunu? Nei, það allt sem ég veit svo óljóst ég get ekki farið með það. Nei. Hvað gerist næst? Þú ert að bíða? Nei. Eða þið? Nei, nú ég bara að búa mig undir að reka mál fyrir dómstólum. Dómstólum, já. Ég hef engar væntingar til þess að ríkið ætla að tala meira við mig. Nei. Það ekki bara langskynsamlegasta leiðin? Jú, tíminn hleypur frá okkur. Þetta voru 40 eitthvað ár og nú ætla að bætast við nokkur ári viðbót. Það má aldrei ekki gleyma því að 1997 það átti ríkið þess kost að lúka þessu máli
þegar beðið var endurupptöku á vegum Sævars Marinn og Síselski, en þá barðist ríkið eins og það gat gegn endurupptöku. Það verið aldrei betra að spara 22 ár. Já, það má alveg taka undir það. Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður Guðjóns, sem einn af þeim sem var, Guðjón Skarphéðinsson sem var einn af þeim sem var dæmdur og síðan sýknaður í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. Sýknudómurinn var í Hæstarétti ekki fyrir löngu síðan. Takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir. Og hér rétt á eftir ætlum við að tala norðurslóðir. Þetta víst ein af 3 mest spennandi ferðaleiðum að mati Lonely Planet. Já, hún fyrir norðan sem sé. Norðurstrandarleiðin heldur betur komin á heimskortið. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Þessi hugmynd kviknar upp á mörgum hugmyndum. Þegar þær eru teknar saman og menn leggjast yfir það, hvað í rauninni, hvað eru verðmætin í hugmyndunum, þá verður úr þessi eina. Þetta eru sem sagt hugmyndir sem komu frá fólki í ferðaþjónustu, fólki sem eru ferðamál og fulltrúar sveitarfélaganna, sem voru að skapa hvert á sínu svæði svona minni hringi fyrir ferðamenn til þess að reyna að draga fram eitthvað spennandi. Og menn voru svolítið stopp þar hvert ætti að fara og síðan var ákveðið að steypa þessu saman í eina hugmynd, ráða verkefnastjóra í starfið og fara að skoða svona fyrirmyndir erlendis frá, hvernig svona ferðamannaleiðir væru unnar. Svo sem eins og frá Írlandi? Já, Írlandi, Wild Atlantic Way sem er svona okkar stóra fyrirmynd að þessu og þannig í rauninni verður hugmyndin til. Þannig að sko úr svona bara hugmyndin í ferðamannahringur síðan bara verið að þróa eitthvað sem stekkar og stekkar og verður aðeins frábæra verkefni. Og viðtökurnar glæsilega Lonely Planet velur þetta einn af bestu 3 áfangastaðunum í heiminum, takk fyrir. Já, 10 bestu áfangastaðir Evrópu sem það sem við erum í 3. sæti, sem er náttúrulega bara stórkostlegt. Það er að Lonely Planet er sá ferðamiðill sem er stærstur í heiminum og stýrir ferðahegðun gríðarlega mikið. Þannig að þetta er bara stórkostlegt. Og þetta er leiðin, Arnheiður, á milli Hvammstanga og Bakkafjarðar. Þetta er rauninni allt Norðurlandið og þér ber að fara meðfram sjónum og upplifa það sem þar er að sjá, heyra og finna. Já, nákvæmlega. Og þarna erum við að fara kannski svona ótránar slóðir í ferðahegðun. Við erum að fara skagana okkar. Fyrir nesin. Fyrir nesin. Taka Vatnsnesið, Skaga, Tröllaskaga, Tjörnesið, Melrakkasléttuna og Langanesið. Eitthvað sem að menn oft bara sleppa úr og við erum það búin að liggja yfir og kortleggja hvað er spennandi að sjá á þessum slóðum. Hvar getur þú séð miðnætursól og hvar er norðurljós, hvar er svört strönd sem hún kemst að, hvar eru aðgengilegir vitar, hvar eru góða göngulegir. Selir og hvalir. Selir og hvalir, sjálfsögðu. Fuglalífið. Og mannlífið. Og síðan eru eyjarnar okkar sérstaklega dregnar fram. Það eru 6 eyjar á þessu svæði sem eru mikið aðdrallara. Hrísey og Grímsey með íbúabyggð allt árið en síðan fleiri eyjar sem eru með fuglalífi og bara frábærum minnjum. Og jarðfræði náttúrulega á Tjörnesi og Skaga og víðar er náttúrulega einstök. Já, og við skiptum í rauninni leiðina, við leggjum áherslu á að menn séu að ferðast og dvelja og stoppa lengi og við viljum gjarnan að menn koma bara aftur og aftur til þess að skoða, þannig að við skiptum leiðinni svolítið eftir þema. Þannig að við erum með náttúruöflin á norðaustursvæðinu, norðurhéraðsvæðinu okkar. Við erum með sjávarmenningun og sjávarþorpin í Eyjafirðinum og síðan erum við með menningun okkar og söguna á Norðvesturlandi sem svona áherslu þætti. Og hugmyndafræðin er svolítið svo að stytta sér ekki leið. Já, nákvæmlega. Og ferðamenn spurja oft hvað þarf ég langan tíma til að ferðast hérna. Við viljum ekkert vera að svara því hvað þarf langan tíma. Við viljum segja að vera lengi og fara út í bílnum, stoppa. Þess vegna köllum við þetta Norðurstrandarleið en ekki Norðurstrandarveg. Að þetta snýst ekki veginn. Þetta snýst upplifuna á þessari leið. Já. Og þú getur farið hana með öllu móti, tekið hluthafinni eða alla eða farið hana fram og tilbaka? Já. Byrja hvorum einn sem er og hún reynir byggir á því að þú ert ekki að fara eftir leiðinni fram og tilbaka. Það er bara á leiðinu út á Grenivík þar sem þú fer fram og tilbaka. Annars er þetta bara lengja og þú getur byrjað hvorum einn sem er og bara valið svæði og notið. Já, og þetta leiðir hugana því, Arnheiður, hvaða eru til margar góðar hugmyndir í ferðaþjónustu á þess að maður komi endilega auga á það strax. Akkurat. Við keyrum svolítið framhjá þeim. Og við erum alltaf að tala að það þurfa að búa til segla til þess að ná ferðamönnum út á land. Við viljum meina það að seglarnir eru til, við vitum ekki þá og þessi leið er bara aðferðafræði til þess að draga fram seglana. Og við eigum alveg ótrúlega flotta náttúruperlur á þessu svæði
og svo svona minni aðdráttarafl og við höfum ótrúlega mikið á ónýttum innviðum í gistingu og í alls konar þjónustu og veitingum og fleiri sko. Þannig að þetta er bara aðferð til þess að draga þetta fram. En það sem við höfum fyrst og fremst hugsað á síðustu árum að draga erlenda ferðamanninn að stærstu náttúruparadísum okkar, Gullfossi, Geysi, Ásbyrgi, Dettifossi, Mývatni, ég geti haldið áfram, en við gleymum stundum því hversdagslega í náttúrunni. Já, náttúrunni og mannlífinu. En ef þú hins vegar fer að tala við ferðamenn og spyrja hvað stóð upp úr Íslandsferðinni eftir hann er búinn að koma, þá er það mannlífið og það er einhvern veginn svona þessar litlu upplifanir, svona litlu perlur sem við eigum. Þannig að sko seglarnir þessi stóru, þetta eru góð tæki til þess að ná athygli út í heim, en við þurfum líka að vera tilbúin með allt þetta sem er aðeins minna og sem er bara ekkert síðra heldur en hitt. Og það er ekki hægt að segja að þó að íslensk ferðaþjónusta sé þannig í dag að menn þekki gullna hringinn og lítið annað, að það sé eitthvað sem á bara að vera. Við viljum breyta ferðaþjónustunni í Íslandi, þannig að við getum haft ferðamenn allt land, allt árið. En sum sé erlendi ferðamæðurinn að taka eftir þessum litlu atriðum? Já, þeir gera það nefnilega. Þeir eru mjög vel undirbúnir og þeir tala við heimamenn og spurja. Og þeir í rauninni, sko, það fer auðvitað eftir þjóðernum. Það er nú stundum sagt að Asíubúarnir sérstaklega, þeir komi bara og svona ferðist og haki í bóksun og vilja láta sýna sér, bara ákveðin fjall og ákveðin foss og bara sjá þá ekkert annað. En svo eru aðrir, og kannski þeir ferðamenn sem við sækjumst helst eftir, þeir sem vilja dvelja og þeir sem bara virkilega vilja svona grúska og það eru margir erlendi ferðamenn sem eru miklu betur aðsöru íslenska náttúru heldur en við Íslendingar. Og það er rauninni ótrúlega bara á þessari leið, norðurstranda leið að jafnvel fólk í ferðaþjónustunni er bara, vá, heyrðu, er þetta til? Þegar maður svona fer að gefa sér tími að skoða. Og svo spyr maður að lokum eins og heimamaðurinn, hvernig er vegurinn? Er hann fær? Það fyrir eftir í hvort þú ert að sumri eða vetri og hvert þú ert að fara. Það er svolítið þannig, sko. Hann er mismunandi og einn stór hluti af kortlagninginu er einmitt, er vegurinn fær, hvenær er hann fær, þarf að gera eitthvað til þess að laga hann og er hægt að beina ferðamönnum þangað. En svo er það líka bara að við segjum svolítið að það eru sum svæði þar sem að ferðamenn eru hvað sem er að koma. Það er ekki verið að gera neitt varðandi merkingar eða uppbyggingu vega. Og þá í rauninni er þetta líka tæki til þess að stýra svolítið þeirri umferð og leiðbeina ferðamönnum á færa vegi á réttum tímum. En lykillinn er að fara hægt. Fara hægt og njóta. Komið sæl. Almenningssamgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu hafa verið talsvert til umfjöllunar upp á síðkastið og nú er talað borgarlínu enn og aftur sem og talaði að muni kosta 100 milljarða króna. Nýverið birtust einnig fréttir af Strætó sem það sem hefur verið talað verið markmið að auka hlutfall þeirra farþega sem fara með Strætó og það hefur staðið í stað og verið 4% undanfarin ár. En ég fengi hingað til mín í þáttinn Jóhanni Ólafsson sem hefur reglulega skrifað þessi mál og komið fram með áhugaverðar hugmyndir það hvernig við getum leyst þessi mál. Það er að segja komið nýja lausn í almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Velkomin í þáttinn, Jóhann. Takk fyrir. Ég mætti kannski spyrja þig fyrst af öllu, sko nú er talað þessi 4%, það er að segja sem fer með strætisvögnum og það virðist ekki takast að hagga því, en áætlan ekki ráð fyrir að auka það töluvert mikið. Þeir eru að tala að auka þetta úr 4% í 12%. Já. Það voru samt eftir 88% umferð sem þarf að leysa einhvern veginn. Já, einhver hluta því gangandi vantarlega eða? Það eru bara smávegi sem segja gangandi og reiðhjólum, það eru kannski mestalagi 8%, það voru samt eftir 80%. 80% umferðina þarf að leysa einhvern veginn. Já. Og ég sko, við erum með hugmyndum hvernig væri þetta að leysa það og koma með hálfgerða eða aðra tegund af leigubílum sem væri svona 9 manna bílar sem að væri færandi akandi alla borgina og takandi upp farþega og skiljaðum aftur og þeir tækju svona upp undir 9 menn. Þetta er nú bara svona ímynduð tala sem það ættir að reikna nákvæmar út og þessi kerfi myndi virka þannig að menn nú hafa allir síma og þá getur þeir, og nú er allir með tölvur og tölvur leysa alla hluti og menn geta þá stimplað inn í síman sinn, við skulum segja HG20, það þýðir bara að maðurinn er á Hverfisgötu 20 og hann ætlar að fara í Laugarnesveg 12 og það er NVF 12
Það bara stimpla þetta inn í símann, þá veit höfuðtalvan að það beðið þennan akstur og veit nákvæmlega hvaða bílstjóri eða bíl er næstur og sendir hann bara til þín. Þú ert að tala að lausnir deili hagkerfisins geta gagnast í þessu efni. Þetta er einmitt hluti að deili hagkerfisins. Þetta nota nýju menn og fleiri sama bílinn á sömu leið. Já, það sem gæti þá bara einhver liti komið í staðinn fyrir eins og strætisvagnana? Nei, þeir kom ekki í staði fyrir strætisvagnana, þeir kemur í staði fyrir einkabílinn. Já. Og þarft ekki að keyra á þínum bíl. Já, það sem þú ert að horfa á þessi 80% sem menn sjá áfram fyrir sér að verði sem muni fara með einkabíl, að það sé einfaldlega of hátt hlutfall. 12% myndi bara fara í strætó ef þetta tækist. Já. Og þetta eru bara menn sem að fara einu sem tvisvar á dag á ákveðna leið, til dæmis í vinnu og tilbaka. En hinir sem þurfa að fara út allan bæ, þeir eru að fara að leysa þetta öðruvísi. Og við erum vön einkabílnum og þekkjum hann, og hann er frá dýrum til dýra, eða svona door to door, og það er þannig sem við viljum aka. Og við þurfum að fara út margsinnis sama daginn í marga staði, og við segja að við ætlum að fara til rakarans og næst ætlum að fara til sýslumannsins og svo til tannlæknis. Þeir eru hingað og þangað á borgina, og ef við ætlum að reyna þetta með strætó þá erum við bara allan daginn. En þessir bílar getur bara skuttlað okkur þessar leiðir eftir þessu kerfi sem ég sagði þér. Og þetta er kannski megin ástæðan fyrir því af hverju þessi 80% og 80% pluss hafa ekki litið á strætisvagnin sem kosta, því það eru það margir staðir sem þarf að fara á yfir daginn, og náttúrulega þjónustan er vítt og breytt höfuðborgarsvæði. Strætisvagnin hann er ekki að fara þangað sem við erum að fara í flestum tilfellum. Hann fer á ákveðna stoppustöður og það er ekkert víst að við eigum erindi þangað eða staðinn sem við ætlum að fara sér þar nálægt. Og við erum, eins og ég sagði, við erum frá dýrum að dýrum, og ef við förum öðruvísi þá er þetta bara hrein afturför. Við erum vön að fara okkar eigin bíl frá dýrum til dýra, og ef við ætlum að breyta því þá er það stór afturför, og ég ætlum að setja að tróða allir þessu fólki að stórum hlutaði í strætisvagna. En þá kannski líka veltið fyrir okkur ávinningin að þessu, að er fjöldi bifreiða á Íslandi. Manstu hvað það er mikið? Það er fjöldi bifreiða á Íslandi meira heldur en landsmenn. Já, já. Og það er bíll á hvernig einasta mann, þó hann sé barn í vöggu eða á elliheimili eða sjúkrahúsi. Já. Allir hafa sína bíl, og margir hafa 2 bíla og jafnvel 3. Já. Og allir, eftir þessi fjölskyldastekka, þá er meiri bíla, og þetta er geypileg bílanotkun, og það þarf 7 bílastæði eiginlega að meðaltali á hvern bíl. Það eru 100.000 bílar, og þetta er 700.000 bílastæði, og það sýnir alla þá mannvirkjagerð sem að bílinn krefst. Já. Og ef þú var í svona kerfi eins og ég var að segja, sem að myndi minnka mengun og spara geypilega peninga og tíma, þá þyrftir ekkert bílastæði. Bílinn bara skilaði þangað sem þú vilt fara, og þá er þú bara laus við bílinn og þarft ekkert bílastæði. En við sjáum þetta kannski bara, við getum bara tekið okkur sjálfa sem dæmi. Við komum hingað í þetta myndver, báðir okkar eigin bíl, einir, og bílarnir okkar eru búnir að vera óhreyfðir lungan úr deginum. Já, við vorum svo heppnir til bílastæði hérna nálægt. Já. Hér er fyrir utan stórt bílastæði fyrir 10 bíla. Já. Og tekur nú ekki smávegis pláss. Já, en ef við getum hugsað sem svo, ef að þú hefði verið heima hjá þér áðan og myndir nota þetta kerfi, þá hefðirðu þá... Þá hefði ég bara stimplað inn í símann hjá mér, K5, það sem ég á heima. Já. Og ég ætla að fara að hinga hvað er númerið hér, Eiðisgrandi. Já. Og þá bara myndi bíl koma og sækja mig heima, og hann myndi að taka upp alla sem er á leiðinu og láta þá út á leiðinni hingað. Já. Og svo viltu kannski fara í hagkaup hérna á leiðinni og gera innkaup eða fá með kaffi á Hótel Sögu, þá bara tekir næsta bíl og hann keyrir mig þangað og ásamt öðrum. Já. Þetta er eiginlega það sem er næst kemur einkabílum. Það er ekki alveg eins gott, en
Ég hef oft farið með svona skuttlu það sem hefur verið keyrt menn í ýmsa stæði og það ekkert svo mikið tíma eyðandi. Já, en þú ert raunverulega samt ekki, þú ert að hugsa sem sagt nýtt kerfi sem ekki til höfuðs, hvorki til höfuðs leigubílum eða til höfuðs strætisvögnum, heldur bara... Nei, alls ekki. Ég ekkert á móti strætisvögnum. Faðir minn var nú einu sinni forstjóri þeirra. Já. Fyrir langa löngu. Nei, strætisvögnum bara hafa sín 12%. Og ég myndi vilja að leigubílar tækju þetta kerfi sjálfir og ækju þessum bílum og síðan væri hægt að þetta annað sem mjög gott að þessi bílar geta allir verið rafmagnsbílar og minnkað mengunina og síðan þeir hugsanlega bílstjóralausir en þá ættu bara leigubílstjórarnir þetta kerfi og bílana og hefðu hagnað ábóta því. Já, þú hefur kynnt þessar hugmyndir svona með reglulega millibili síðustu árin. Hverjir hafa undirtekt þetta? Ég heimsótti í dag borgarstjóraðinn sín og talaði þetta við hann og hann elskulegur að veita mig viðtal. En það kom ekkert út úr því. Ég fór í tæknimenn í Mannvit og ræddi þetta og þeim líst ágætlega á þetta en ekki orð meira. Það eins og hið opinbera telja að alls samgöngur eiga að vera í eigu og undir stjórn hins opinbera. Það alveg óþarfi og við getum alveg eins útvíkkað leigubílstjórakerfið eins og strætisvagnakerfið. Enda hefur það miklu meiri markað, það eiginlega sækir í þessi 80%. Já. Og en getur kannski verið líka menn séu kannski þá bara fastir í því að hið opinbera eigi að leysa málin, að kannski menn séu ekki nógu opnir fyrir enga. Já, eins og ég sagði áðan að þá erum við svo háð einkabílnum að menn sjá eiginlega ekkert aðra lausn og það útilokað og geipir aftur þegar að fara að leggja það miklu liti niður og segja mann að fara í strætisvagn, þeir bara leysa ekki það mál en þeir leysa bara 12%. Við þurfum að leysa 80%. Við þurfum að leysa 100%. En þú talaði líka að þetta væri kerfi sem væri næstu því jafn gott, en gæti ekki jafnvel í sumum tilfelli verið betra kerfi vegna þess að það þarf þá ekki að leita bílastæði? Það hefur ýmsa kosti og sem vinna upp þennan galla sem á því að það kannski tekur aðeins lengri tíma að fara leiðina en þá tekur það minnkar notkun á bílum. Ég hef bara giskað á að það myndi kannski 40.000 bílar myndi fara úr umferð og vera bara heima hjá sér og einkabílar verið notaði meira í sunnudagsferðir og út á land og svona sporttúra en auðvitað líka vanlega erindi en ef að þetta virkaði að þá myndi fjöldin allur láta sína bíla vera bara heima hjá sér. Og það, eins og ég segi, það myndi líka spara skeipilegt fé. Þessir bílar eru, og þú sér það bara sjálfur sér ef að 9 eða fleiri geta notað saman bílna sömu leiðinni, þá það stað fyrir, eins og við vorum að tala áðan, einn maður í einum bíl, þá það stórkostleg minnkun á umferð og mikil nýting á bílnum. Þessi bíl verður þá í notkun allan daginn meðan okkar bíl stendur heima á plani. Og fólk myndi kannski láta sér nægja að eiga einn bíl til að fara í sunnudagsbíltúr eða skrepp út úr bænum. Já, það myndi bílaeignin verið allt öðruvísi og minni notkun á honum. Og það kannski, maður horfir til dæmis líka á það varðandi ungt fólk eins og með framhaldsskólanema. Ég held að þeir sem orðnir 17 ára megin þorrið þeirra á bíl eða þeir fer til skóla á bíl og við sjáum þetta líka bara á umferðarteppunum sem eru verstar þegar skólarnir það bætist ofan á. Já, ég hef sagt svona í greinu alveg að stærsta hindrun fyrir frekari menntun í dag sé skortur á bílastæðum. Já. En þetta náttúrulega engin hemja, við hugsum út í þetta, það að segja að þessi bílar eru óhreyfðir lungan og deginn. Það sjálfsagt að hugsa aðrar leiðir, aðrar aðferðir, vera svolítið frjóra og þora að hugsa öðruvísi út fyrir kassan eins og tísku núna. Já, en þá líka svo ljótum við að horfa líka á þjóðhagslegan sparnað á þessu að í þá minni kostnaði við umferðarmannvirki sem dæmi. Ég hef ekkert einu sinni minnst á hann en hann er alveg gífurlegu þjóðhagslegur sparnaður ef þetta kerfi myndi virka. Já. Nú getur maður, þetta eru bara svona hugleiðingar hjá mér og enginn hefur tekið það því að reikna þetta út
og það getur vel verið þetta virki ekki en ef þetta virkar þá þetta mikils að vinna að mínu mati. Já, en það sem þú ert raunverulega kannski umfram allt að fara fram og að menn skoði nýjar lausnir með opnum hug sem hefur kannski skort á. Já, eða minnst að hvort það segir mér að þetta gangi ekki. Já. Það virðist bara vera algjört áhugaleysi og skeytingaleysi fyrir þessum. Já. En þú kannski að sé þetta líka, náttúrulega einhverjar svona lausnir erlendis, það ekki? Ég hef ekki séð svona erlendis, en það mann dettur í hug þetta Uber-kerfi sem dálítið öðruvísi. Það virðist vera sett til höfuðs leigubílstjórum og þeir eru mjög á móti því og mér var sagt að Uber veri bannaðar í Þýskalandi. Ég var að tala við fólk sem að koma frá Barcelona og þar var Uber og þótti þetta mjög þægilegt. Og Uber svona þetta deilihagkerfi. Og það hægt að leysa það á fleiri máta. Það ekki að vera að það neitt endilega sér, sko. Nei, en það sem þú raunverulega tala um er þá kerfi sem að vinna þetta frekar í sátt við leigubílstjóra frekar heldur en að vera... Endilega. Já. En heilmikill þjóðhagslegur ábati hlýtur að vera á þessu. Þetta myndi spara geypilega mikla fjárfestingu, eyðslu á eldsneyti, mannvirki eins og segir. Já, og svo náttúrulega umferðarteppunar allur, það að segja allt tímatapið sem verður núna. Það verður miklu færri bílar á götunum og miklu greiðari umferð. En það svo umferð sem við erum núna miðuð við að það sé einn bíl á hvern mannsbarn í landinu. En þarna mætti nánast deili það með 10, þá það 10. Já, þó okkur myndi ekki takast að kannski bara að minnka þetta örlítið, þá er kannski eins og þú ert að benda á, það eru þessi 80% sem við þurfum þá að horfa á til þess að ná einhverjum árangri. Já, við þurfum að leysa ferðavanda þessar 80%. Og þessi bílar getur leyst stóran hlutan þeim og þá væri miklu minni hluti sem að einkabíll þyrfti að leysa á eftir. Já. Þetta eru stórmerkilegar hugmyndir og eru gaman að sjá hvort að stjórnmálamenn tæki þetta. Vonamenn, stjórnmálamenn, mér líst svo vel að hugmynd ég væri yngri, það myndi bara að fara í þetta sjálfur. Vonum að séu ykkur frumkvöðlar að horfa. Takk hérlega fyrir komin í þáttinn. Takk fyrir sömuleiðis. Komið sælir áhörundur á Nýja leik þeir að horfa á frétta og umræðu þáttinn 21 á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Við ætlum að fjalla heilsugæsluna á næstu mínútum, einhverja mikilvægustu þjónustu í heilbrigðismálum landsmanna og hjá mér sestur Óskar Reykdalsson, nýr forstjóri heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu og það átta sig kannski ekki margir á því að það starfa 700 starfsmenn í það bil 500 stöðum og þið þjónustuð 176.000 landsmenn. Já. Þetta gríðarlegt umfang. Hvað varðar heilsugæsluna, þá erum við einmitt með, við rekum 15 heilsugæslustöðvar, en það eru 4 einkareknar, þannig að samtals eru 19 heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Og það hluti af þessari starfsemi, en við erum líka með aðra starfsemi sem til dæmis geðheilsuteymi, sem nýtt og við erum með þroska- og hegðunarstöð sem greiningarúrræði fyrir börn í vanda og svo rekum við líka göngudeild sóttvarna þar sem við erum að sinna sóttvarnum og hælisleitendum í sömu einingu. Ég er búinn að vera að skoða nokkur athyglisverð línuritt frá okkur frá undanliðnum misserum og það eru miklar breytingar í þjónustu heilsugæslu stöðvana og komur hafa aukist verulega, til dæmis hjá öryrkjum og þróunin er rauninni öll á einn veg. Það eru breytingar hvað varðar gjaldfrelsið, börn undir 18 ára þurfa ekki að greiða, mæðraverndin er ókeypis, öryrkjar og ellilífeyrisþegar fá frían aðgang og þetta hefur aukið mjög þjónustustig hjá okkur. Já, það gerir það og það var ákvörðun frá stjórnvöldum að gera þessa þjónustu ókeypis fyrir þessa ákveðna aðila. Og það gerir það verk, og það svona meira pólitísk stýring þá, fjárhagsleg stýring inn í heilsugæsluna. Því að heilsugæslan jú hugsuð sem fyrsta viðkomustaðurinn í langflestum tilvikum og fólk geti leitað þangað. Og þessi samfella svo mikilvæg í heilsugæslunni. Fólk hafi einhvern aðila sem það þekkir
á ákveðnum stað. Í sínu nærumhverfi? Í sínu nærumhverfi og þetta mikilvægt og við erum þarna fyrir fólkið, heilsugæslan, og við höfum tekið þetta slagorð sem heitir hér fyrir þig, heilsugæslan hér fyrir þig, og erum þá að vísa til þess að við erum í nærumhverfinu til þess að sinna fólkinu. Og það ástæða til að auglýsa þjónustu heilsugæslunnar vegna þess að þjónustu hennar breiðar og meiri heldur en margur heldur. Já, hún margþætt og við bara beint á hverju heilsugæslu erum við, ef við tökum til dæmis bráðaþjónustuna, að þá hún meira en fólk heldur. Við erum með 1 hjúkrunarfræðing og 1 lækni á hverju heilsugæslustöð að lágmarki. Það þýðir að það kannski sem að sinna vaktþjónustu. Þetta þýðir á höfuðborgarsvæðinu í 40 manns og samtals þessi aðilar að degi til, það að sjá tímabilinu frá 8 morgnana til 18 á kvöldin, að sinna nærri 1000 manns sem ekki eiga tíma, sem kom inn þá með einhver bráða vandamál sem telja mikilvægt að sinna þann daginn. Og jafnvel lítil sár. Já, lítil sár, það eru slys sem ekki teljast þurfa að fara á slysó. Við erum ekki að sinna brota vandamálum. En við erum að sinna öllum tóknunum og svona smá slysum og saumaskap, litlum og svoleiðis. Og þetta síðan heilsugæslu vaktþjónustan á læknavaktinni í Austurveri ef maður tekur höfuðborgarsvæðið. En þetta svipuð þjónusta eins og á heilsugæslustöðum út allt land. Þannig að fyrsta viðbragð á oftar en ekki að vera heilsugæslan. Já, eiginlega alltaf þegar ekki sjúkrabíll eða einhver svona augljós meiriháttar áverki. Og þessi þjónusta eins og við gátum áðan gjaldfrjáls fyrir 18 ára yngri, ellilífeyrisþega og örorkuþega og margháttuð. En það sem vekur athygli mína sérstaklega að rafræn þjónusta ykkar hefur aukist gríðarlega á síðustu árum. Já, það hefur verið það má segja það að það hefur lögð aukin áherslu á það að fylgja nútímanum, eins og fólkið í dag. Fólk vill rafræn samskipti, geta setið heima að kvöldu til og sendt skilaboð eða endurnýja lífin sín eða hvað sem það að gera á einfaldan hátt heima í tölvunni í staðinn fyrir að keyra langar leiðir, kannski bæinn á enda til að fara úr vinnunni og hitta heilbrigðisstarfsmann. Og ég sem kannski kenni mér einhverja eymsla seint kvöld, líður eitthvað illa í öxlinni eða hjartanu eða vélindanu eða hvað sem ég get bara sendt inn á rafræna þjónustu hjá minni heilsugæslu, svona lýsing á því hvað amar að mér og fengi svar nánast hæl. Já, við erum kannski ekki alltaf, náum ekki alltaf að svara árum leið, en við erum með, þetta heitir heilsuvera.is og þar hægt að gera þrjú mikilvæg atriði. Í fyrsta lagi þá geturðu pantatíma á heilsugæslustöðinni. Og þar erum við svona í stöðugu umbótastarfi og erum að vinna að breytingum á því að okkur hefur ekki alveg tekist að gera þetta fullkomið þannig að allir tímar séu bókanlegir, en við erum að reyna að bæta úr því. En það samt hægt að panta tíma þar. Í öðru lagi þá getur þú sendt skilaboð til þess læknis á þínni heilsugæslustöð sem þú ert skráður hjá, eða þá á stöðina þú getur líka gert það óvalið, bara hvaða lækni sem Og þá oft stumstaðar hjúkrunarfræðingar sem svara og leita þá álits ef það þarf á því að halda, en oftast það læknar sem svara skilaboðunum. Og svo í þriðja lagi getur endurnýja lyf sem þú hefur tekið áður. Þetta ofboðslega einfalt. Þetta mjög einfalt. Fara inn á heilsuveru.is og fá þjónustuna rafrænt. Og það athyglisvert að sjá þetta línuritt frá þér rafræn samskipti 2014 til 2018 og áhorfendur geta séð þetta hérna þessu línuritt hvað þjónustan hefur aukist gríðarlega á þessum 4 árum, bara nánast lóðrétt upp í loft og þetta kann kunninn að meta. Já, fólk vill þetta. Og það líka sést að á sama tíma þá fækkar símtölum inn og það að þetta að setja fyrir fram að síman á mótnana og vera að ná í eitthvað til þess að bóka tíma samt daginn að þú losnar við það með þessum hætti. Og við erum nú á því að þetta sé skynsamlegri leið. Og það líka varðar öryggi því að til dæmis það nú áhugavert að hugsa til þess að sá sem hringir, hann getur svo sagst vera hver sem En með þessu þarftu rafræn skilríki og þetta sennilega öruggasta leiðin til þess að hafa samskipti við fólk. En ég tók eftir því að það ekki síst kallar sem nýta sér þessa leið. Já, og kallar nota þetta meira en aðrir og kallar á okkar aldrei. Þeir eru duglegir við þetta. Og þeir eru einmitt frægir fyrir að nýta sér heilbrigðisþjónustuna minna heldur en konur. Já, það önnur leið sem við höfum verið að
opna þar inn á. Það er vefgáttin, það er svona samskipti í gegnum heilsuveru, netsamskipti, netspjall og það er opið svona oftast á daginn. Við erum að þróa þetta í samráði við embætti landlæknis og það er gert fyrir landið í heild, það er ekki bara Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, við rekum það og það er á vegum þróunarmiðstöðvar íslenskar heilsugæslu og í samráði við Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins sem er í raun hýsir þróunarmiðstöðina og það eru hjúkrunarfræðingar sem taka svona samskipti, netspjall og leysa mörg vandamál og þar er oft kallar á okkar aldri sem eru feimnir að mæta og ræða sín mál. Já, en þetta er að þér virðist tilvikið að kallar, miðaldra kallar, við höfum 2 hérna, þeir veigra sér við að fara og nýta sér þjónustu heilsugæslunnar. Af hverju er það? Er þeir bara þeirra gerðar að þeir telja sig fullkomna fram í andlátið? Ég veit ekki hvort ég get svarað því alveg svona vísindalega. Nei. Ég veit það ekki, en það er ákveðin svona kannski kallmennska, vera ekki að væla. Einmitt. Misskilin kallmennska. Já, og það er ekki mjög skynsamleg leið því oft leiðir þetta til vandamála og það er svo sem bæði til kallar og konur sem ekki mæta, en konur eru duglegri að ræða málin og fara yfir og skoða. En erum við almennt, Óskar, nógu duglega við að nýta okkur þessa þjónustu? Hún er okkur opin alla daga, svo að segja, bæði á heilsugæslunum út í bæ, í okkar næri umhverfi og líka í tölvunni með netspjalli og skeytum til ykkar. Erum við jafn duglega á aðra þjóðir eða skerum okkur einhver leyti úr? Já, við erum álíka duglega á aðra þjóðir. Og það er nú alveg þannig. Og fólk, af þessum sem að leita á heilsugæslu, þá eru svona 30% sem að koma mjög sjaldan eða ekki. En það eru, hvað að segja, kannski svona 10-15% eru mjög miklir notendur sem nota mikið, eru veikir, fjölda vandamála, margar sjúkdómsgreiningar og þurfa að mæta oft og við erum farin að þyngdarmeta skjólstæðingarna okkar. Þannig að við vitum nákvæmlega inn á hverju heilsugæslustöð og hjá hverjum lækni hvernig þyngdin er, hvað margir eru með 7-8 erfiðar sjúkdómsgreiningar og hvað margir eru með enga. Og þá er kannski oft 30% sem að mæta mjög sjaldan, 30% mæta ekki, 30% mjög sjaldan og svo hinn 40% sem eftir eru þá annarkvort eru svona í flokki 3, 4 og 5. Þetta eru 5 flokkar. En að lokum kannski áskorunarnar sem blasa við í heilbrigðisgeiranum á komandi árum og rauninni bara í nútíðinni. Við sjáum til dæmis hér á þessu línuriti hér að vitaskuld hefur aukið fjármagn farið til heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi á síðustu árum og þó þannig væri, en meðan við verka landsframleiðslu þá höldum við ekki í við hana. Og þetta er í rauninni athyglisvert línurit á þeim tímum þegar að svona heilsufarsvandamál er að verða almennari, erfiðari, þyngri, við sjáum lífsstílssjúkdómana, við sjáum aukna, náttúrulega bara aukinn aldur þjóðarinnar, 20% af kunnum heilbrigðiskerfisins eru útlendingar hingað á ferð yfir allt árið í dag og sömulegis náttúrulega er tæknin að aukast gríðarlega á sama tíma og lyfin að verða fjölbreyttari. Þetta eru óboðslegar áskoranir sem blasa við ykkur. Já, það eru miklar áskoranir. Næstu ára verða áskoranir einmitt með og ég hef enga trú á öðru en að útgjöld neyðist til þess að aukast í heilbrigðiskerfið. Öldrunin er líka mjög mikið mál og framtíðar. Við erum farin að hugsa út í þetta og heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu í samvinnu við þróunarmiðstöð og þróunarmiðstöð íslenska heilsugæslu og spítalinn. Við erum að vinna alls konar verkefnum í tengslum við það. Sem dæmi þá erum við að vinna öldrunarverkefni þar sem við erum að reyna að flytja fleiri greiningar á minnistruflunum yfir til heilsugæslunnar. Þannig að úrræðin verði á þeirra borði. Og það er svolítið til þess að koma í veg fyrir að öldrunardeitin stíflist bara. Já, við sjáum bara lýðfræðinni í þessu að ég held að ég fari rétt með að fólki yfir 70 muni fjölga helming á næstu 25 árum. Já, þá bætast allir þessi sjúkdómar, fleiri verið í þyngri flokkunum og umönnun verður erfiðari. Þannig að það verður auðvitað stærri hluti af þjóðarframleiðslunni sem þarf að fara í þetta með árunum.
En hvað með almenna vakningu? Upplýsing hefur aukist gríðarlega á síðustu 25-30 árum og við tölum orðið viðkvæma hluti fyrir opnum tjöldu sem við gerðum kannski ekki fyrir mörgum árum. Við þeyfum okkur meira að því virðist, við neytum betri matar að því virðist, við erum upplýstari hvað varðar hreyfingu og mataræði. Hefur heilsufarið batnað eða hefur það versnað? Já, við lifum lengi, við lifum lengur sem gera það verkum að það koma fleiri sjúkdómar sem birtast og við getum að mörgu lítið þakka fyrir það, ná því og þakka fyrir hverju árið sem líður. Segðu? Já, en það er ekki, kannski, ég held að heilsufarið sé nú ekki betra þannig séð, en það sem hefur farið eru erfiðustu smitsjúkdómarnir, þeir hafa minnkað mjög mikið. Bólusetningarnar eru sterkur þáttur í því að gera heilbrigðiskerfið betra. Því að áður fyrir þá dóu bara á hverjum einasta vetri nokkur börn jafnvel í einum bekk og þetta var ár eftir ár. Þannig að það var orðið þund og nú orðið þá bara þykir það fréttnæmt ef barn deyr úr sýkingu. Og það eru bólusetningarnar alveg klárlega stór þáttur í því. Og mikilvægi þeirra verður seint ofmetið. En heilsufarið sumsett dálaglegt á mannskapnum hérna á Íslandi en við bara eldumst. Já, það breytan. Og svo erum við með þetta nákvæmlega eins og þú sagðir, þessa lífstíls. Maður borðar aðeins svo mikið og hreyfir sig kannski aðeins svo lítið. Vinnan öðruvísi og það þýðir að við hreyfum okkur minna. En það miklu meira í líkamsræktarstöðvar. Fólk þar og fólk að hreyfa sig úti og fjallageitur út allt. Segðu. En sem sagt niðurstaðan þú að heilsugæslan opin almenningi, hvort heldur rafrænt eða út á stöðvanum sem eru 19 alls hér á höfuðborgarsvæðinu á þessu 176.000 manna svæði. Já, 176 hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðinu, svo eru 50.000 hjá einkastöðvum. Já, og að gera nýta sér þetta. Nýta sér þetta, en við erum líka með þessar áskoranir að vinna fyrirbyggjandi vandamáli, eins og við tölum mæðravendina og ungbarnavendina og ekkert síður að fylgjast með til dæmis sykursjúkum og þar verkefni að vinna, þeim fjölgar og við erum svona með lífstílsmóttökur og sykursýkismóttökur á heilsugæslustöðvunum til þess að reyna að hjálpa til og leiðbeina fólki og meðhandla þá þannig að það verði ekki mikill heilsubrestur þegar á líður sjúkdóminn. Get ég bara komið einn góðan vetur og fengið ástandsskoðun á mér? Já. Það eðlilegast í þeim tilvikum að panta tíma hjá heimilistækni helst þeim sem þú ert skráður hjá en annars gera þetta allir og þá farið yfir og það eru nokkur atriði sem skipta mestu máli í heilbrigðisskoðunum. Það til dæmis að mæla blóðþrýsting sem eitt almikilvægasta verkefni sem og hefur sýnt sig að skila miklum árangri í bættum lífslíkum. Og svona ástandsskoðun getur verið mjög fyrirbyggjandi? Hún mjög fyrirbyggjandi, já, virkilega. Og það hægt að koma í veg fyrir sjúkdóma með því að greina snemma. Og það eru ýmislegt í því sem hægt að vinna með, bara ef við tökum sem dæmi það sem fólk trassar stundum eru einkenni. Við getum nefnt sem dæmi ef að fólk með einkenni í kringum hægðarlosun eða svoleiðis sem að blóð í hægðum. Það þessi svo afgerandi að spegla og vísa fólki alla leið til þess að klára það dæmi. Þar getur munað bara öllu, hann á að greina snemma eins og ristilkrammi. Þar talað að það sé ekki farið að skima en í raun næstum því farið að skima því að það er svo margar speglanir í gerð. Að gera að fara í ástandsskoðun hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu og víðar á land. Endilega allir velkomnir. Bestu þakkir fyrir komuna, Óskar Reykdalsson, forstjóri heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu og það að gera að nota sér þessa þjónustu, hvort heldur út í bæ eða við tölvuna heima hjá sér. Heilsuvera.is legg ég það á minnið. Förum hér yfir í aðra sálma eftir andartak. Já, það akkurat það og hvaða sálmur skildi það vera? Ætlaðis ekki bara sálmurinn á blómið en það að verða sumarlegt í enni Reykjavík og víðar á land og í tilefni dagsins þá maður bara mættur hérna á stuttbuxunum. Já, og það eru bjartir litir og vonandi framöndan bara í allt sumar en við þökkum fyrir okkur í kvöld meira á morgun. Já, njótið sumarsins. Verið sæl.